Við erum þá hér seinasti fyrirlestur í Veffortuna 1 þetta haustið og í dag verður það samantekt og upprifjun og förum bara yfir allt það sem við höfum verið að skoða í haust og síðan erum bara tækifæri til spurninga og umræðina í framhaldinu sem ég mun ekki taka upp sérstaklega, þannig að þetta eru upptökurnar í dag verða bara þessi yfirferð. En ef við spólum alveg tilbaka á fyrstu 2 vikurnar þá voru það þessi almennu hugtök og HTML sem við fórum yfir og þetta var svona svolítið að skilgreina þessi hugtök sem við svo sem núna notum mun meira, þannig að nú ætti að vera alveg GUI tólin eins og nota Visual Studio Code eða Vavra versus Command Line tólin eins og þau sem við höfum notað við gegnum NPM og Node. Stafasett við svo nota bara UTF-8 en aðeins svona kannski rætt nánar um það hvernig að skiptast á þessum upplýsingum og hvað það skiptir máli að hafa þetta rétt. Internetið, vefurinn, URL og HTTP, svona tölum það í byrjun og svo kannski kom það aftur þegar við fórum að skoða þessar vefþjónustur og hvernig það spilar saman að geta gefið hlutum bæði auðkenni og stað til að geta sótt það með URL og sótt það síðan yfir HTTP, bara grunnurinn að því að vefurinn virki. En HTTP, Hypertext Transfer Protocol, og eru bara, samskiptareglur sem eru svona tiltölulega einfaldar en mjög flexible og leyfa okkur að njóta vefsins. URL-ið og þessi mismunandi partar URL-sins. Tókum þetta svo sem svona þetta fragment identifierinn sem kemur á eftir oktaþorpinu eða hashtaginu, en hitt svona kannski frekar í seinni part námsefnisins og kannski helst núna í hópverkefni 2 sem þeir eru að díla við að nota query-streng til þess að skipta á milli parta á verkefni. Svo framendið bara það sem við erum búin að vera að díla við, að læra HTML, CSS og JavaScript og búið til verkefni tengt því, og svo bakandi það sem við förum yfir í Veffortun 2. Og það er kannski helst þetta að búa til vefþjón eða búa til eitthvað forrit sem tekur við þessum beiðnum og skilar HTML, CSS, JavaScript og öðrum gögnum til þess að ná að covera alla hringrásina. En Hypertext og Markup Language eru svona svolítið heimspekilegar, eða Hypertext kannski frekar svolítið heimspekilegt pæling, og þessi ólínulegi texti, en svo þegar við fyrir að nota þetta þá er þetta tiltölulega einfalt. Þetta er að nota hyperlink, nota ahref til þess að tengja hluti saman. Það er grunnurinn að þessu öllu saman. Og síðan þetta að geta búið til setningafræðilega leiðir til þess að merkja skjal og vita hvað er fyrirsögn, hvað er eitthvað annað. Og staðlarnir og hvernig þetta fór svo sem ekki mikið í það, en það er alveg tiltölulega þétt saga, en þó farið yfir hratt í námsefninu hvernig þessi stöðlunar vegferð hefur verið. En HTML endaði á lokum hjá W3C, World Wide Web Consortium, og er í raun, 30 ára gömul tækni, ekki meira en það, en samt tiltölulega gömul, og er í dag, stöðluð af W3C. En HTML, það er það sem við erum aðalega að vinna með, eru þessi element, og element hefur alltaf byrjunartag og hugsanlega endatag, og element táknar einhverja merkingu. Það ljáir því sem það inniheldur einhverja merkingu. Og það getur verið bara einfaldur texti eða önnur element og býr til síðan þetta tré. Við getum síðan sett attribute á byrjunartagið til þess að gefa elementinu enn frekar upplýsingar tengdu okkar verkefni. Helst höfum við svo sem verið að vinna með class þar til að gefa því eitthvað samhengi fyrir CSS til þess að vinna með.
En þessi attribute alltaf á formi eða yfirleitt á því formi að það eitthvað svona name value pair eða nafngildis par, þó svo við getum sleppt því líka. Og já, þetta síðan skiptist niður í frekari hluti eða svona hluta sem að við getum valið úr, en þið þurfið ekkert að muna nákvæmlega hvað þetta er. Þetta er svona dæmi það, allir svona utanbókar lærdómi fyrir prófið óþarfi. Ef það eitthvað sem að myndi þurfa þetta, þá myndi ég gefa ykkur þennan lista. Ég ekki aðstætt þess að þið munið þetta til dæmis. En þið gætuð notað þetta ef að þið munið þetta og í einhverju af ritgerðarspurningum eða einhverju svona þar sem að þið getið slegið ykkur með djúpri þekkingu ykkar á HTML-staðlinum. En þetta aðalega það að geta lesið út frá einhverjum elementum og þá gerir ég ráð fyrir að þið þekkið þessi helstu. Arhef, P, UL, OL fyrir ordered list, LI fyrir list item, heading elementin, div og span. Þetta svona það sem að þið þurfið, þetta bara það sem að bara table stakes, eða það sem bara, maður verður bara að vita þetta. Það og síðan fyrir formin að geta skilið þá input og label, hvernig þau tengjast saman og aðgengið aðalega þar og geta lesið úr því. Þannig ef það það verður dæmi þar sem að verður einhver HTML-texti eða kóði sem þið þurfa að lesa úr, þá ættið út frá samhenginu að geta vita, hei, þetta þetta. En þið þurfa ekki að muna nákvæmlega, já, byrju, hvað var aftur attribútið þarna. Og eins og við tókum aðeins dæmum í síðasta tíma, ef það vantar eitthvað, þá getið þið bara sagt, hei, það vantar hérna þetta sem að setja alltaf í head til þess að láta vefinn verða responsive, eða til þess að láta hann passa rétt í minnitæki. Ef þið munið það ekki. Þið þurfið ekki bara ef þið minnið skrifið þar sem að þið vitið að vantar. Já, og þetta bara grunnurinn af vefnum, hyperlinkurinn, eða tengillinn, eða linkurinn. Og merkingafræði, aftur þetta svona, já, heimspekilegt, skemmtilegt. En vonandi eitthvað sem þið hugsuðum og jafnvel þó að þið séu núna dottin í þann gír sem að foreldrar tapast stundum þessum grunni að vera að skrifa allt í JavaScript og vera bara eitthvað, ég bara að gera eitthvað JavaScript, ég gerir bara allt div eða span, það bara div. Þó svo að þið séu að vinna með eitthvað sem búið til í JavaScript, þá þýðir það samt ekki að þið getið, gleymt þessu. Merkingafræðin alltaf til staðar, jafnvel þó að þið séuð að smíða þetta í, séu ekki að handsmíða HTML ykkar. Þannig að þetta á alltaf við. Jafnvel þó að þið séu komin út í það að nota einhver Vue eða React eða eitthvað, að það ekki bara React, það ekki bara í lagi að vera með bara divi. Þar merkingafræðin á alltaf við, að því endanum þetta alltaf birt sem HTML. Svo þessi grunnelement sem eru svona líka eitthvað sem maður veit hvað HTML elementi utan þetta allt og head og body, lýsigögn og svo efni vefsins sem maður að vinna með. Og þá fáum við þetta DOM-tré sem að myndast út frá þessi minnsta HTML-skjali sem að tiltekur þá og vantar, þetta metaskilgreininguna fyrir responsive sem ætti eiginlega að vera inni, en þetta svona alveg það minnsta sem við komumst upp með. Síðan þetta vísi efni sem kemur alltaf upp aftur og aftur. Þetta alls ekkert eitthvað bundið bara við HTML. Við sáum þetta aftur í CSS, við sáum þetta aftur í JavaScript. Þetta alltaf bara hvernig erum við að vísa í hluti og þetta, bara kemur upp aftur og aftur bara í alls konar verkefnum í tölvunarfræði og í forritun. Og aðgengi, hvernig þetta ekki bara eitthvað fókus á einhvern takmarkaðan hóp í takmarkaðan tíma. Þetta bara samlegar áhrif yfir alla hópa fólks og bara eitthvað sem að
er okkar svona siðferðslega, faglega og mannlega skylda að hugsa að einhverju leyti þegar við erum að gera forritun okkar. Og ef við vitum að við séum að taka einhver shortcut, þú veist, gera eitthvað í því og að halda uppi þessu flaggi í þeim verkefni sem við erum að vinna. Þó svo einhver segir, nei, við höfum engan tíma til að gera þetta. Að segja þá, jú, við verðum allavega að hugsa þetta því að þetta er lágmarkið. Ef við gerum þetta svona, þá er þetta bara alls ekki aðgengilegt. Og það er ekki gott. Það er ekki, þú veist, þar viljum við ekki skera niður. Og þegar við förum inn í svona meiri núansa, hvað er að vinna með aðgengi, að þá getum við notað WCAG 2.1 eða 2.2 sem er nýlega komin út. Og það eru bara svona alls konar guidelines fyrir bara svona ákveðin verkefni. Hvað er það að skrifa góðan alt-texta fyrir myndir? Hvernig gerum við þannig að ef við erum núna eins og við erum að gera í JavaScript, ef við erum að bæta við einhverjum elementum með þeirri ít og taka, hvernig er besta leiðin til þess að láta vita að eitthvað hafi bæst við ofar í trénu. Þannig ít og taka hér og það birtist eitthvað frá ofan. Og það fóru aðeins yfir, það er svona aria sem er hægt að nota líka. Og þar er svona JavaScript interface sem við getum notað til þess að forrita aðgengilega vefi þegar við erum að forrita vefi með JavaScript. En WCAG skilgreinir þetta A, AA og AAA og AA er svona það sem við ættum alltaf, það er svona markmiðið okkar. SEO eða Search Engine Optimization. Nú er þetta líka orðið svona Large Language Models Optimizations, að skrifa orð og eitthvað inn í textan okkar til þess að það hafi einhver áhrif. En þetta er allavega bara þetta að skrifa efni þannig að leitarvélar pikki okkur frekar upp eða indexi, neyti eða ingesti efnið okkar á þannig hátt að það sé síðan nothæft. Og þetta getur verið líka í öðrum tólum, eins og stórum málíkunum sem eru að sækja efnið okkar, ef við viljum það, eða bara hvernig Facebook eða aðrir samfélagsmiðlar birta vefinn okkar þegar við linkum eitthvað yfir inn á Messenger eða inn á Teams eða inn á Slack eða eitthvað. Hvernig þessi lýsigögn sem við getum sett inn skipta máli. En í grunninn ekkert flókið, bara læsilegt, einstakt, skipulagt og gott efni. En þetta er þessi grunnur og HTML, ekki flókið en samt sem aður grunnurinn sem við byggjum allt hitt ofan á. Þannig að þó svo þetta sé lítið efni og við tókum ekki nema 2 vikur í þetta, þá er þetta búið að vera rauði þráðurinn í gegnum allt sem við gert og öll verkefnin okkar hafa snúast það að skrifa eitthvað HTML. Einhverjar spurningar? Dæmpi okkur í CSS.